og klukkan 10:40 og við bara byrjum þá. Það byrja hérna á þessari stuttu athugasemd hérna og á þessu byggir nú eiginlega allt ójöfnurnar. Það þetta sem að verður að gilda, það þetta að raða rauntölum. Það ekki hægt að raða tvinntölum en það þetta að raða, eða almennt ekki hægt að raða tvinntölum en það þetta að raða rauntölum á línu. Svoleiðis að við erum að skoða 3 tvinntölur, A, B og C, við vitum í sjálfu sér ekkert þær, en það gildir alltaf nákvæmlega eitt af þrennu. A er minni en B, nú B er minni en A eða A jafnt á B, bara svona fyrir fram. Og síðan höfum við hér gegnvirkni ef að A er minni en B og B er minni en C, þá hlýtur A að vera minni en C. Þess vegna nú tilkynnt eða svona sett upp þessi rauntalna lína og við segjum að tölurnar raðist á henni. Sem sagt ef A er minni en B og B er minni en C, þá hlýtur A að vera minni en C. Þetta nú svona einfaldar athuganir og hérna í lið 2, ef A er minni en B og C er stærri en 0 eða 0 er minni en C stendur þarna, þá getum við margfaldað í gegn. Þá erum við að skala til í rauninni bilið frá A til B. En hins vegar ef A er minni en B og C er mínustala, þá snýst röðunin við. Ef við hugsum þetta svona, þetta hérna síðasta. Hérna höfum við A er minni en B og svo höfum við að C er minni en 0 eða C er mínustala. Þetta þýðir bara að C er mínus lengd sín og við margföldum í gegnum þessa ójöfnu hér og eitt vitlaust, A er minni en B, það er nota þetta hérna. Ef við margföldum í gegn með C, þá snýst gogkurinn við. Því að C er mínustala. Það er að segja, ef að A er til dæmis hér, punktur, og B er til dæmis hérna, og C er til dæmis mínus 2, þá hefur við að tvöfalda A og setja svo mínus það, þannig að hér er þá CA, við hugsum bara þetta svona, og segjum að C sé aftur mínus 2, og kannski er þetta einhver tala, við erum alltaf að tvöfalda þessa vegalengd og getum gert það með hringvara, hvað er þetta langt, þetta er svona nokkuð megin svona, þetta er C, B, og við sjáum að röðunin breytist, ef A er minni en B og C er mínustala, þá er C, B minna heldur en CA. Svo viljum við bara hafa tilfinningu fyrir þessu. Nú, það er þá regla 1.3 lengdir. Tölugildisreglur. Sem við kallum líka bara lengdarmælingar. Við viljum vera með allt svona, nokkurn veginn á hreinu. Og regla 1.3. 1 sem fjallar lengdir. Og nú erum við að tala rauntölur. Skilum síðan betur síðar hvernig hægt að hugsa þetta fyrir tvinntölur. Rauntölur eru hlutmengi í mengi tvinntalna. Þannig að ef A og B eru rauntölur, þá gilda eftirfarandi reglur. Fyrsta lagi að lengd A er 0. Ef lengd A er 0, skulum við segja fyrst, þá er A 0 og öfugt ef A er í alvörunni 0, þá er lengd A 0, já, hann var þessi fíni, hann var rauðan. Sem sagt, ef lengd A er 0, þá er A 0, ef A er 0, þá er lengd A 0. Þetta er ótvírætt samband. 2. Lengdin af mínus A er sama á lengdin af A og við sjáum það alltaf fyrir okkur bara svona að A er sjálft náttúrulega annað hvort lengd sín eða mínus lengd sín, segjum bara A sé hérna megin. Ef A er sem sagt mínus lengd sín,
þá mínus a jafn langt frá 0. Það var mínus a hérna megin. Þannig að við látum ekki endilega formerkið trufla okkur. Þegar við sjáum tölu, a rauntölu, þá vitum við ekki endilega hvort það þetta, lengd hennar eða mínus lengd hennar sem átt við. Þess að strangt til tekið þetta plús lengdin af a og svo mínus lengdin af a, það a. En hvort heldur sem þá það jafn langt frá hérna miðju. Þannig að lengd mínus a jöfn lengd a. Næsta, hún svona að við margföldum saman tvær tölur, a og b, og finnum svo lengd þeirra, þá getum við líka, alveg svo í tvenntölunum, tekið tölugildi af hvorri fyrir sig og margfalda svo saman. Og svo það þríhyrningsójöfna sem við kunnum að sanna fyrir tventölur og var á síðasta prófi. Þá höfum við að a plus b, lengdin af þessari summu. Þetta þýðir að fyrst reiknum við summuna og síðan tökum við lengdirnar, setjum í hvoru lagi og berum saman. Og þetta dálítið mislukkað að skoða þetta bara rauntalnalínu, þess vegna erum við búin að skoða þríhyrningsójöfnuna fyrir þríhyrninga og fyrir tventölur. En þetta gildir sem sagt alltaf. Prófum bara að hafa a jafnt og segjum kannski 1 í huganum og b jafnt og mínus 1. Ef a 1 og b mínus 1, þá vinstri hliðin 0 en hægri hliðin 2. 0 minni jafnt og 2, það alveg rétt fullering. Svo ætlið þið að sanna þessa hérna númer vaff, á eftir, eða skila þessi kvöld. Og hérna a mínus b, það líka þríhyrningsójöfna. Síðan höfum við í sjötta lagi að ef við tökum lengdina af a og drögum lengdina af b frá, þá getur vel verið að lengd b sé náttúrulega meiri heldur lengd a, þannig að þetta getur alveg verið mínustala. En allavega alveg á hreinu að ef við finnum fyrst mismunin a mínus b og tökum svo lengdina eða tölugildið eða hvað viljum kalla þetta, þá gildir þessi ójöfna. Og hún gildi þó að standi nú ekki í bókinni, þessi númer 6, líka við setjum tölugildi hér. Og síðan það númer 7, þessi hérna að a í öðru. Það að segja fyrst reiknum við lengd a og setja hún í annarveldi. Það má alveg eins setja a í annarveldi og taka svo lengdina. Fyrir rauntölur þetta náttúrulega alveg ljóst. Allar tölur í öðru veldi. Ef það og mengi rauntalna bara jákvætt. Það þá bara a í öðru. Og af því að þið ætlið að sanna vaff í, nei, þið ætlið að sanna númer vaff heima og skal ég fara snöggast í gegnum í vaff. Hún svo litið einfaldari heldur en þegar við tökum þetta almennar með tventölunum, en við skulum gera þetta. Sönnum hérna í vaff. Hún þannig að a plus b aldrei stærra heldur en lengdin af a plus lengdin af b eða tölugildi a plus tölugildi af b. Og þetta fyrir allar rauntölur. Svona. Og nú erum við ófeimin í táknmálið og við byrjum bara á sönnuninni og í skilgreiningunni felst, við skulum nota það að í skilgreiningu á tölugildi þá felst að margföldum bara tvær tölur saman, a sinnum b, þá getur önnur verið mínus, hinn verið í plús, þá fáum við mínustölu, að þetta allavega aldrei minna heldur en ef við margföldum það saman og tökum síðan tölugildið lengdina og samkvæmt reglu 3 eða þriðja hluta í reglunar, þá gildir þetta hérna og nú ætlum við að nota þetta hér.
Og svo prófa maður alltaf bara fyrir sjálfans í hugunum. Akkur þetta einhvern veginn augljóst til að ef A er -1, B er 1 og vinstri hlið -1 en þetta alltaf 1. Þannig að hún augljóst þessi regla og maður sannar hana bara með til dæmis að skoða öll tilvíkin. Prófa bara ef A er plústala, B er plústala þá gildir jafnaðarmerkið í reglunni. Ef að B er mínustala og A er mínustala þá gildir jafnaðarmerkið í reglunni. Ef B er mínustala og A er plústala þá gildir ströng ójafna og ef A og öfugt. Þannig að 4 möguleikar sem myndi skoða til þess að sjá að þetta gildir alltaf. Fíntir. Þá byrjum við og þetta beint af augum og yfirleitt alltaf best þegar maður að vinna með lengdir, þegar tölugildi, að setja allt í annað veldi. A plus B í öðru, hvað það? Já, við mögum þá nota hér númer 7 og við getum margfaldað upp á svigum. Þetta A plus B í öðru og svo sýnum við bara hvað það Þetta A í öðru plus B í öðru plus 2AB og hérna getið metið upp og hér fæ það sem vantar. Þetta þá minna jafnt og A í öðru plus B í öðru plus ég get svo sem byrjað að sýna þetta hérna eða bara beint hingað. Þetta 2AB og kannski sýni ég eitt skref enn til þess að sýni þetta líka. Þess að við erum að nota þessa reglu hérna númer 7. A í öðru og lengdina B í öðru plus tísunum lengdina A, lengdina B. En nú fellur þetta beint inn í ferningsreglu sömu. Þetta lengdin af A plus lengdin af B þegar við þáttum. Plus I. Þetta lengdin A og svo lengdin af B allt í öðru. Í lagi. Nú þurfum við bara að svara þessari spurningu. Megum við álykta að við tökum tölugildið að A plus B þó strangt minna eða jafnt og A plus B. Það er að reyna að svara þessu svona áður en ég segi þetta bara. Já, þetta gildir af því að það sem hér það sem undir öðruveldinu jákvæð tala og þetta hér jákvæð tala. Þannig að við erum að setja jákvæða tölu í annað veldi. Hún strangt minna eða jafnt og jákvæð summa öðruveldi. Þá helst röðunin. En við vitum alveg að almennt getum við ekki sagt ef að A í öðru minna en B í öðru, þá ekki endilega víst að A sé minna en B. Vegna þess að B geti alveg verið mínustala. Til dæmis 1 í öðru, það minna heldur en -7 í öðru. En það ekki rétt að segja 1 sé minna en -7. Það ekki rétt. Þess vegna þurfum við alltaf að velta því fyrir okkur hvort það sé alveg á hreinu þegar við drögum ferningsræturnar að við séum að gera rétt. Og ef lengdarmælingar að ræða, þá þetta aldrei neitt erfitt. Af því að lengdin af A jákvæð og þessi hérna tala líka jákvæð. Þá þetta allt í lagi. Þá þetta búið. Svo þegar þið sannið þessa hérna heima, þessa hérna, þá það bara einu stað sem þurfum við að breyta. Athuga hvort það breytist nokkuð þetta þó að nú ekki með mínus hér, þá myndum að fara eins að það kemur mínus hérna. Mínus hér og hérna þarf maður þá að passa sig.
Jú, maður gæti náttúrulega sagt eitt, ef það er mínus hérna, hvað þá? Jú, en þetta gildir. Ef það er mínus a sinni b, þá er það áfram minna jafnt og tölugildið af a sinni b. Þannig að þegar þið sannið þetta hérna, þá megið þið bara skrifa þessa línu beint upp ef þið sýnið það hér. Þar með þetta komið. Allt verður nákvæmlega eins. Og þá verður þið búin að sanna þessa hér. Fínt er